Þóra Einarsdóttir sópransönguna komin hingað til mín í Hafnarborg í tengslum við sönghátíð í Hafnarborg og nú ert þú ein af þeim söngunum sem að ég ber hvað mesta virðingu fyrir, bæði hef hlustað á þig syngja og svona sem áheyrandi en líka sungið með þér, til dæmis eins og í óperunni Ragnheiði, hjá Íslensku óperunni og fylgst með hvað þú ert ótrúlega svona mikil atvinnumanneskja í söng. Nú segi ég allt þetta svo þú færð að ráðna. Og hef dáðstaði bæði sem áheyrandi og líka sem bara sem svona samvinnukona í tónlist að þeirri tækni, söngtækni sem að þú ert með og ég veit að þú hefur verið að vinna í mjög langan tíma því þú byrjar mjög snemma í söngnámi, er það ekki? Jú, ég byrjaði í söngnámi 15-16 ára. Já. Og var náttúrulega búin að vera í barnakór. Já, þannig að þú varst búin að vera að syngja áður. Hvar varstu í kór? Á Seltjarnarnesi, skólakór, Mýrarhúsaskóla. Já. Og svo í stúlknakór Seltjarnarnes hjá henni Margréti Pálmadóttur. Já, og kenndi hún ykkur eitthvað þá þegar svona söngtækni? Já, hún kendi þetta mikla, hún var sjálf söngkona og miðlaði mikið af því sem hún kunni. Já, ég nefnilega söng í skólakór Kársnes hjá Þórunni Björnsdóttur. Já. Og ég man eftir því að hún sagði við okkur bara krakkar þið verið að syngja frá maganum. Já. Og það lifði með mér alveg í mörg ár á eftir einhvern veginn. Það var svona alveg bara, það var svona grunni, hún lagði grunninn að söngtækninni. Grunni bara með þessari einu setningu. En segðu mér hvernig þú hugsar þína söngtækni, hvernig þú andar og hvernig þú syngur og þú getur útskýrt aðeins fyrir okkur. Já, þú spyrir ekki lítið. Þetta er auðvitað eitthvað sem maður er búin að vera að gera mjög lengi, þannig að þetta er orðið manni svo eðlilegt að það þarf kannski ekki mikið að hugsa það. En fyrir mér er þetta svona einhvers konar jafnvægi á milli þess að finna nógu mikla slökun, eða það er að segja að það sé ekki einhvers staðar óþarfa spenna sem er að trufla tónmyndun og bara að röddin sé frjáls og orku sem að þarf til þess að söngurinn lifi og rauninni bara að skilaboðin af því að hvað er að gera þegar maður syngja, við erum auðvitað að með einhver skilaboð þau komist til skila og það er alltaf einhver orka á bakvið. Þannig að og hvernig hugsaðu til dæmis innöndun ef við byrjum á því? Innöndun er bara eins og þú kemur út og það er góð dag og gott veður og bara opnar loftið, hún er ekki, það er engin áreynsla við innöndun. Nei. Þú í rauninni getur fundið réttu innöndunina með því að losa þig við eins mikið loft úr lungunum og getur og síðan bara að slaka og þá þannig að ef þú myndir gera svona stutt æfingu þannig að þú segir bara S þú reynir að klára loftið þannig að allt er búið og þá gerist þetta sjálfur sér. Já, þannig að þú bara leyfir loftinu að fara inn í staðan fyrir að kannski hugsa nú er ég að anda inn og leiðum við fyrir eitthvað að reyna að soga loftið inn að þá erum við að búa til óþarfa spennu. Og hvernig hugsar svo stuðningin eða það sem að gerist þegar þetta loft kemur út og verður að rödd? Stuðningur, þetta er svolítið hættulegt orð. Já, sumir vilja alls ekki tala stuðning. Já, gefur svolítið til kynna að þetta sé einhvers konar fyrirhöfn, en það er það í rauninni kannski ekki. Við erum ekki að ýta neinu. Appoggiare sem er ítalska, það þýðir að í rauninni halla sér á ensku to lean on something. Þannig að það er svolítið frekar það sem ég upplifi frekar. Og stuðningurinn er í rauninni bara það að við erum að forðast það að rifjaboginn falli saman. Af því að við sönginn að þá þarf að skammta loftið jafnt og þétt, það verður að vera rétt loftflæði til að tónninn nái að við náum að rauninni halda tóninum og það sem er kannski erfiðast í því að læra söng er að byggja upp vöðvastyrk sem að kemur í veg fyrir að brjóstkassinn falli saman þegar þú ert að skammta loftið. Sem hann vill náttúrulega gera. Hann vill gera. Við finnum það þegar við
ætlum að reyna að halda tón lengi, að smám saman að þá erum við orðin svona samanhert hér. Já. Það er svona það sem gerist hjá flestum. Þannig að þú reynir að halda... Þjálfaður söngvari, hann nær að halda rifjunum, segir maður það ekki? Brjóstkassanum, opnum, við útöndun eða við sönginn. Já. Og þá eru það aðrir vöðvar sem eru dýpra niðri, svona undirliggjandi magavöðvar sem að hjálpa okkur að og það getur verið það sem að fólk talar oft mjög djúpan stuðning, að þá eru þessi vöðvar sem að hjálpa okkur að vinna, styðja undir þindina sem síðan í rauninni er bara ósjálfráð. Já. Það var kannski aðeins var löng útskýring. Nei, alls ekki. Hún getur alveg verið í marga klukkutíma því fólk í mörg ár að reyna að átta sig á þessu hvernig öndunin ætti að vera og hvernig bara í rauninni loftið á að fara inn og hvernig það á að fara út. Þannig mjög einfalt sagt að þá er öndunin, hún er bara opnun, slökun og síðan þegar við byrjar að syngja að þá er það sem við gerum sem er ákveðin vöðvasamhæfing til þess að lungun eða falla ekki saman. Það er að segja, við erum að hjálpa þeim að vera opnum þannig að við getum skammtaloft. Og notar eitthvað aðra hluta líkamanns eins og kannski eins og fæturna eða lærin eða bakið eða myndirðu segja að vöðva, þú veist, aðalega nota kviðvöðvana þegar þú ert að syngja? Þetta eru fyrst og fremst kviðvöðva, ég veit það ekki beint en það ætti ekki að þurfa líffræðilega séð að þá eru það ekki vöðvarnir í hvað sagður, lærvöðvar? Já, það er svona sumir tala það og aðrir ekki. Já, þetta er bara eftir hvernig fólk upplifir þetta er svo rosalega persónubundið hvað fólk finnur. En í rauninni snýst þetta bara lungun og þau eru náttúrulega uppi og það sem er í kringu þau og síðan að þindin geti unnið eðlilega. Ein spurning í sambandi við að syngja legato línu og kannski að halda hljómnum líka jöfnum. Þá er ég kannski svolítið að hugsa til dæmis sérhljóðamyndun. Myndir þú geta útskýrt kannski svona hvað þú gerir við sérhljóða, þú veist, syngur það nákvæmlega eins og þú talar þá eða breytir þeim aðeins til þess að ná svona jafnari hljómi í röddinni? Eins og þá kannski æ, ó... Já, þetta er auðvitað bara aðalmálið í því að læra að syngja. Það er hvernig við myndum sérhljóðana. Og það er í söng ákveðin svona aðlögun sem á sér stað til þess að bæði þurfa sérhljóðarnir að vera skýrir. Við þurfum að heyra, þú sért að syngja í eða e eða a. En við erum jafnframt að tónninn sé fallegur. Hann á að hljóma mjúkt og fallega, það á að vera resonans á honum og hann á jafnframt að berast vel. Í stórum sal, yfir stóra hljómsveit. Þannig að þarna, það er nákvæmlega þessi aðlögun, það er það sem er söngtæknin og það að læra söngtækni að það er það sem það gengur út á. Þetta skammta loftið og síðan er það aðlögunin á... Að stilla þá kjálkan eða hvað, myndirðu segja tunguna? Kjálkin þarf að vera laus, tungan þarf að vera bæði framalega í munninum, hún á samt þarf hún að vera slökk í rauninni því hún er risastór tengd við barkann þannig að það má ekki vera stífni í tungurótinu. Mjög margir lendi því þegar byrja að læra að syngja að þeir uppgötva að barkinn þarf að vera neðar í söng sem er eitt af svona grundvallaratriðunum. Til að búa til þetta pláss svona gola berda, nákvæmlega, akkurat, opinn háls og þá hafum við meira pláss fyrir þennan hljóm, þar sem að fyrsta svona mögnunin á hljóðinu verður. En þá þarf að passa að tunga fari ekki öll með. Já, það gerist oft, það ekki? Það gerist nefnilega oft. Tungan fer aftur í munnin. Já, og það er svona eitt af því sem að þarf svolítið að vinna með er að ná að mynda sérhljóðana þannig að það sé engin óþarfa spenna. Og þetta getur verið stundum, að því þú myndist á það hvort þetta væri
eins og þegar ég tala. Það getur verið ólíkt því hvernig við myndum sérhljóða í tali. Bara í til dæmis, ef við kannski myndum tala sérhljóðan í. Já, bara til dæmis. Hvernig þú segir hann og... Já, til dæmis í að venjulega í flestum tungumálum þá segjum við bara í og við erum með smá spennu hérna í kinnunum. Já. Og í söng það ekki gott af því að þessir vöðvar þeir tengjast hérna niður í barkan og hífa hann aðeins upp. Það myndast og þarf að spenna. Þannig að við þurfum að ná að segja í og við viljum ekki heldur að kjálkinn sé stífur. Við viljum geta opnað vel. Já. Þannig að þess vegna þurfum við að nota tunguna aðeins betur. Og við þurfum að geta sagt í hérna. Og nú ertu þá með munnin, hann opnað. Ég get sagt í án þess að spenna kinnarnar og ég get hreyft kjálkan. Já. Þetta bara mjög einfalt svona grundvallaratriði sem Og þá ertu líka komið með meira pláss, það ekki inn í munnunum sem að magna upp hljóðið. Akkurat. Og íið reyndar, og það talað í hérna svona raddfræðum og þá talað formanta ákveðnum sérhljóða og þá eru ákveðni eiginleikar í íinu. Já. Hann með hæstu tíðnina og berst vel í stórum sal. Þannig að það eru ákveðni eiginleikar í þeim sérhljóða sem við getum þurft að nota í öðrum sérhljóðum líka. Þannig að þú blandar þá kannski stundum sérhljóðunum inn í aðra sérhljóða. Já, svona, og þetta getur í flestu tilfellum þetta bara ómeðvitað. Ég veit eina söngkonu sem fór einmitt til svona raddfræðings, sérfræðings og fór í svona mælingar, hann vildi skoða hvað gerirðu þegar að þú þarft að láta röddina berast vel í gegnum þykka hljómsveit á neðra sviðinu þar sem röddin ekki eins hljómmikil. Og hún gerði þetta og hún gerði instinktivt eitthvað það sem hún það sem hún þurfti að gera til þess að láta röddina berast. Og hann segi, þetta mjög einfalt, þú bara eykur í formantinn á öllum sérhljóðum. Og hvað átt hann við með því? Og þá það einfaldlega það að tungan, hún fer aðeins í áttina af því sem hún gerir í íinu. Já. Og hún vissi ekkert og hún sagði, ég gerði þetta bara Og nú tunga svolítið ofarlega, það ekki? Þegar maður, við myndum taka A, E, í svona lokaðast kannski sérhljóðin og U. Já, þannig að það hægt að hafa örlítið af þessu. Já. Einmitt. Pínulítil aðlögun á tungunni. En þetta svo eru aðrir sem vilja alls ekki tala tunguna því að þetta þegar að við þurfum að hugsa hluti og þá getum við farið að flækja og spenna óþörfu og svona og ef þetta virkar allt saman vel þá getur vel verið að það sé bara óþörfu. En þegar maður að kenna þá mjög mikilvægt að vera meðvitaður þessa hluti. Já. Og segir mér því að eins og ég myndist á í byrjun þá sungum við saman í óperunni Ragnheiður eftir Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlingsson og þar varst þú í mjög stóru og krefjandi hlutverki og ég man að ég sagði eins og við þig þegar þú byrjar að sýna rosalega það heppilegt að þú skulur ekki hafa verið neitt veik á öllum æfingatímanum og allar þessar sýningar og svona, þú ert alveg svona rosalega hraust og þá sagði þú mér ég var nú mjög veik á tímabili og ég hafði ekki tekið eftir og þá og þannig að ég náttúrulega mjög forvitin að vita hvernig geturðu haldið þér svona í formi að það að segja hvernig geturðu sungið á meðan þú ert ekki í þínu besta formi. Já, þetta auðvitað, það tæknin. Já. Þess vegna þurfum við söngtæknin. Það svolítið, maður þarf að vera mjög meðvitaður það hvernig líkaminn fungerar, vöðvafunksjón og svona og að taka bara vel eftir því til dæmis þegar vel gengur hvað ég að gera núna, af hverju gengur þetta vel hvað ég að gera rétt já. Akkurat og það auðvitað mjög gott og sumir eru þannig gerðir að leiðu að koma á svið og þá gengur alltaf allt miklu betur því það eitthvað sem að kvikna það þessi orka sem við erum að tala og síðan
þarf svona einhvern veginn að verða meðvitaður þessar hluti og geta framkallað. Þannig að þegar maður, það segir sér sjálf, það syngur enginn þegar hann rosa leiður. Nei, einmitt, já. Það eitt kannski sem svolítið merkilegt að því að sem spínum mótsögn þess að ég var akkurat að segja að maður syngur ekki þegar maður leiður, að við höfum auðvitað arjur þar sem maður voðaleiður. Já, alveg bara að deyja sorg. Já, til dæmis bara í Pamina Achifúls eða eitthvað þar sem hún bara komin alveg fram á ystunu við örvendingu og vill bara enda þetta líf. Og það þannig að ef að maður væri leikari á sviði að þá myndi maður kannski sleppa öllum vöðvum alveg og fara bara alveg inn í þunglindið sem söngvari getum við ekki alveg leyft okkur það. Nei. Við getum farið svona nokkuð langt en á meðan þarf einhverja ákveðna orku og þess vegna finnst mér svolítið gaman að hugsa þetta sem svona grátbros. Þannig að alltaf þegar það eitthvað mjög sorglegt þá maður, þó maður sé ofsalega leiður og það verður að vera þessi tilfinning að sé samt eitthvað í líkamanum sem að gerist þegar maður glaður. Það þarf að vera til staðar. Heldurðu til dæmis að þessir vöðvar í kinnunum hafi eitthvað með það að gera, kannski þegar maður leiður þá maður alveg þú veist, þegar maður glaður þegar maður og margir söngvarar nota þessa vöðva líka, lyfta þeim upp svona til þess að ná betri hljómi. Já, ég held að það sé frekar kannski afleiðing af því að það svona meira innra, það mjúkugómurinn sem að lyftast. Það mjúkugómurinn sem að lyftast upp. Já. Og þú veist að passa hans sé ekki að falla niður þó að þú sést að syngja eitthvað rosalega sorglegt. Já, þannig þetta frekar afleiðingin af tilfinningunni. Já. Þessari innri tilfinningu. En myndirðu líka tala til dæmis kannski eins og leikari gæti farið alveg í líkamannum, þú veist, í algjörlega mist þar að segja svona góða líkamsstöðu sem við erum alltaf að reyna að halda þegar við erum að syngja. Leyfir þú sjálfur þér að fara inn í, þú veist, á svona augnablikum þar sem þú ert að túlka eitthvað rosalega sorglegt. Leyfir þér þá að fara alveg inn í tilfinninguna og að það fari inn í líkamann, þú loki líkamannum eða reynur að halda honum alltaf opnum og tjá frekar í röddinni eða svo les. Já, það eru ákveðnir hlutir sem að geta verið erfiðir en það svo sem hægt kannski eitthvað aðeins en það mjög mikilvægt fyrir söngvara að halda öndunarfærunum alveg opnum, brjóstkassin þarf að vera opinn, það þarf að vera ákveðin, maður þarf að passa líka mjóbakið og svona bara að þessi svona hringur hann þarf að vera nokkuð stöðugur. Já, og haldist þá opinn. Já, og ekki þarf að spenna í kringum barkan og hálsinn. Og kannski svona spurning í lokin, hvernig syngur mjög háar nótur? Þessar nótur sem bara svona berast alveg yfir hljómsveitina og allan salinn og það eins og þú hafir ekki neitt fyrir þeim. Ég bara hugsa þær, Hugsaðu til dæmis meiri opnun fyrir háanótur heldur en fyrir láganótur? Eða meiri stuðning, eða minni stuðning, eða hugsaðu einhverja plaseringu, eða hugsaðu Já, ef ég hugsa eitthvað, það bara mjög einföld regla að þegar maður að fara upp, þá þarf maður að hugsa niður og þegar maður að fara niður, þá þarf maður að hugsa upp. Það svona einfaldasta reglan. Það í rauninni bara ósköp einfalt, það að þegar við hugsum upp að þá höfum við tilhneigingu til að spenna okkur og þá hugurinn komin og þá kemur spenni í hálsinn og allt þetta og þannig að hugsa niður og fara upp og þá gengur okkur betur að losna við þessu óþarfa spennu. Sömuleiðis þegar við förum niður að þá hættur okkur til bara að slakna og vera ekkert að styðja neitt sérstaklega við tónana þannig að þá þurfum við að hugsa svolítið upp til að fá þá nauðsynlegu orku sem við þurfum. Já, þetta er mjög góða punktur því maður heyrir sérstaklega oft í óvönum söngurum og sérstaklega kannski í kórum eða hjá fólki sem ekki lært mikið að þegar það syngur niður skala
að það á það rosalega mikið til að lækka að þá lækkar, sígur allt sko á meðan kannski þeir sem eru búin að læra meira ná betur að halda sér í tónhæð þannig að þetta hefur kannski eitthvað með það að gera sem þú ert að tala sko að vera ekki að hugsa niður þegar maður er að fyrir niður heldur halda í rauninu þessari opnun eða hvað? Já, bara ekki að sleppa stuðningum. Svo það líka þannig að það finnst mörgum mjög gaman að syngja hátt uppi og láta heyra í sér og þá gerir fólk þetta svolítið ósjálfrátt. Gerir allt rétt bara. Já. Og svo hitt ekki alveg allt spennandi og það bara, og maður getur alveg sungið á neðra sviðinu á þess að hafa mikið fyrir því. Þannig að maður svona kemst upp með það. Já, heyru, takk kærlega fyrir þetta frábæra samtal og ég hlakka mikið til að hlusta á þig, bæði syngja á tónleikum í Hafnarborg og líka að hlusta á þig veita á þínum viskubrunni á masterclass námskeiði sem að þú munt kenna sem að ég held að alveg frábært tækifæri fyrir söngnemendur á Íslandi að komast á svona masterclass námskeið. Ég veit að það var mjög mikilvægt fyrir mig þegar ég var að læra að fá ólíkar hugmyndir og vinna á masterclass námskeiðum þó maður vinni yfirleitt með kannski einum kennara í einu og nemendurnir munu líka koma fram á tónleikum með þér og Matthildi Önnu Gísladóttur þannig að þetta verður gott tækifæri fyrir þau líka til þess að koma fram fyrir framar áhorfendur og ég vona að söngkonurnar verði ekki alltaf stressaðar að vera í samanburði við dýfuna á sviðinu en bara þakka ég kærlega fyrir og vertu hjartanlega velkomin á Sönghátíð í Hafnarborg. Takk, ég hlakka bara mikið til.